Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Það jólalegur þáttur framundan. Við sjáum skemmtilegt innslag og söng frá Grindavíkur dætrum, heimsækjum göngugarp í garðinum og hlustum á Jón Kalman Stefánsson rithöfund lesa úr nýjustu bók sinni á menningarkonfekti í Reykjanesbæ. En við hefjum leikinn hér á nýjum aðventugarði Reykjanesbæjar. Þið tilbúin? Já! Erum við ekki bara að telja niður og svo kviknar á þessu og við byrjum bara að telja frá 10. Eru þið tilbúin? Já! Ok! Og svo 10! 11! 9! 12! 8! 7! 13! 6! 17! 5! Nei! 4! 3! 2! 1! Og kveikja! Gleðilegt! Ég get svo svalið við ljósið! Loksins búið að kveikja á þessu! Hvað sagði þessu? Ég eiga að dansa í kringum jólatréð. Jú, við hljótum að gera það. Og svo! Guðlaug, aðventugarðurinn í Reykjanesbæ, þetta nýjung. Já, þetta alveg glænýtt verkefni. Við stóðum frammi fyrir því núna að fá ekki vinabætri frá Kristjánssand eins og við erum vön. Af því að það búið að leggja af þessi formlegu vinabæðisamskipti. Og við höfum alltaf verið með lítinn viðburð í upphafi aðventu þar sem við höfum tekið á móti trénu og þakka fyrir það. Og þegar það kom í ljós að það var ekki lengur, þá fórum við svona pæli hvort að við getum kannski breytt eitthvað svona þessari jóladagskrá hjá okkur. Og þá eiginlega svona kviknaði þessi pæling. Við höfum fundið fyrir svona eftirspurn frá fólki til að vera, til dæmis að selja varning. Og við svona eiginlega ákváðum að gera tilraun, að skapa þess ákveðið færi vegna þess að eins og allir vita þá gátum við ekki haldið ljósanótt. Og þá áttum við smá svona fjármagn eftir sem nýttist ekki þá og þá kviknaði þessi pæling hvort við gætum kannski nýtt það núna í aðdraganda jóla. Og þá eiginlega var þessi hugmynd til. Þetta náttúrulega svona, hvað ég var að segja, konsept eða ef við getum orðað það þannig, mjög svona vinsælt í útlöndum. Já, þetta og víðar og líka hér á landi. Einmitt, það er ekki nýtt undir sólinni sem maður segir. Við prófuðum í fyrra svona að þreifa okkur í þessi átt, við auglýstum jólakofan, það var 1 kofi á Hafnargötunni og við fundum fyrir mikilli eftirspurn frá íbúum að fá að selja. Og þá kom þessi pæling að taka þetta aðeins lengra og svo fannst okkur við eigum þetta fína torg hérna og náttúrulega skrúðgarði sem að mörgum finnst að mætti nýta betur. Þannig að það var þessi hugmynd hvort við getum tengt þetta eitthvað svona skemmtilega saman. Þannig að kannski okkar uník þá hér að vera með þessa skrúðgarðstengingu. Þannig að það er ekki endilega salan sem númer 1, 2 og 3. Heldur kannski þetta bara konsept að geta líka komið bara og notið skreytingana og svo hitt í bland. Kjartan, ég var að segja að þetta sé svona ljós í myrkrinu á svona frekar, hvað ég var að segja, mjög skemmtilegum tímum. Já, það má alveg segja það. Þetta allavega hér verið að skapa vettvang og tækifæri fyrir íbúa og það náttúrulega mikið handverksfólki og fólk að bæja framleiða og bjóða alls konar þjónustu og muni. Þannig að það svona sölumóment í því. Og svo verður hér fjölbreytt dagskrá en því til þess að koma í veg fyrir mikla söfnun fólks á ákveðnum tímum út af COVID og því öllu saman. Þá ætlum við ekki að auglýsa dagskrána, þá bara svona rúllar þetta á laugardögum og fram á jólum og vonandi bara tekst það vel til. Þannig að eru ykkur sérstakir opnunartímar og sem að þið verðið með? Já, við ætlum að vera með þessa sölu kofa opna frá 12 til 5 á laugardögum og 4 til 11 á Þorláksmessu. Og síðan eins og Kjartan segir, verður bara svona rúllandi dagskrá. Það verður alltaf eitthvað að vera, það tónlist, það hægt að kaupa sykurbúða og grilla yfir opnum eldi og það verða jólasveinar og eitthvað svona fígúrur á ferð. Þannig að og svo bara endilega líka koma þar fyrir utan. Það til dæmis leikskólarnir eru búin að vera að skreyta ákveðin tré í garðinum og í Björtu til dæmis gaman að koma og skoða það. Og eins og alltaf fjörheimar að vera með okkur og útbúa svona einhvers konar jólasveina ratleik sem fólk getur bara komið með börnunum sínum og reynt að finna jólasveinana og eitthvað svoleiðis. Við höfum kannski eftir að kynna þetta aðeins betur. En og bara, þetta bara frábært til að taka myndir. Þannig ég vona bara að íbúar geti notið þess að koma og svona
skemmta sér hérna. Já, þetta frábær aðstæða hérna. Já, yndislegt og þegar veðrið svona gott eins og í dag á þessum uppfallsdegi þá náttúrulega bara hlakka ég til að vonandi að sjá fólk koma og nýta þetta allt saman. Nú, svo má þróa verkefni áfram á næsta ári, getum við kannski skreitt meira og fengið rafverktakana í lið með okkur, kannski útluta einu tré á fyrirtækin eitthvað slít. Við erum að skoða þessa þætti líka, við virkja íbúðana meira. Þið hefur verið að fá jólatré frá Vinabæ í Kristjánssand. Já. En það allavega komið tré, en það var sérst ekki frá Kristjánssand núna. Nei, Kristjánssand sameinaðist öðrum sveitarfélögum núna í fyrra. Og eins og gerðist hér þegar Keflavík Njarðvík hafnir sameinuðust í Reykjanesbæ, þá losnaði Vinabæjarsambönd allavega Njarðvíkumegin, held ég, örugglega. Og það sama að gerast þarna. Þetta voru mörg sveitarfélög og þau voru bara að losa þessi sambönd, alltaf svo endurskipuleggja það, við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. En við fengum tré frá þeim í 50 ár, held ég. Og það var bara frábært, en allt hefur sinn tíma. Og nú bara tækifæri til þess að endurskoða prógrammið. En hvaðan þetta tré? Ég bara veit það ekki. Þetta kemur, Kívanis, menn redduðu þessu fyrir okkur. Já. Þannig að það er bara frábært. Elli Hannes var bara að græja þetta. En ég langar að grípa boltana sem að Kjartan var að segja með fyrirtækin og svona, vegna þess að það akkurat 2 fyrirtæki sem höfðu samband að fyrrabræði og tóku að sér skreytingar á kofunum. Og það er fyrirtæki Raf Company og verslunin Kostur í Njarðvík og það var rosalega ánægilegt að fá þetta símtal frá þeim og þeir bara tóku að sér að setja jólagreni á kofana og skreyta. Þannig að auðvitað vonum maður að þetta gerist síðan áfram, fleiri kom inn í og þetta ná að vaxa og dafna því að, sjáu þið fyrir hvernig inn í miðjum skrúðgarðinum fullt af ljósum, það voru geggjað. Þannig bara góð stemming í Reykjanesbæ á aðvendunni. Já, það er bara engin ástæða til annars, bara njóta, hafa gaman og hafa gott hjarta og huga. Já, ég tek undir þetta, fólk bara vanda sig með sóttvarnir og annað og bara er tillitsamt, svo erum við með söfnin opinn, dúshúsin er öllum opinn í dag, það er jólaprógram og ný listsýning, þannig ef það er krátið í garðinum, þá getur fólk bara farið kannski kíkt í búðir á Hafnargötunni eða tekið safnarúntinn eða komið aftur, þannig að við erum bara skynsöm og höfum það. Við hvetjum fólk til þess að vera með grímur. Jú. Þegar fara að safna saman að bera grímur, þó að sé ekki grímu skylda beint utanhús, þá hvetjum við til þess. Já, við viljum að sé svona nokkuð skona grímu skylda hérna á þessu svæði, þannig að ég sammála þér Kjartan, við hvetjum til þess að fólk sé bara vandi sig. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð og til hamingju með aðventugarðinn. Bókasafn Reykjanesbæjar stóð fyrir menningarkonfekti nú á aðventunni og bauð upp á lestur úr jólabókum og jólasöng, fengu til liðsvisi þekkta tónlistamenn og rithöfunda. Hér kemur stutt brot. Núna er hann Jón Kalman búinn að koma sér fyrir og hann ætlar að lesa úr bókinni Fjarvera þín er myrkur. Gjörðu svo vel, Jón. Ég ætla að byrja á því að lesa örstutt upphafið, svona til að nánast blá upphafið, til að þið kannski áttu ykkur á senunni hérna, hvernig þetta allt saman byrjar. Kannski dreymir mér þetta, að ég sitji á fremsta bekk í kaldri sveitakirkju, djúp kyrðin fyrir utan rofin af stöku kindajarmi og fjarlægu gargi í kríum, gluggar ramma inn bláan himinn, haf, rönd af grænu túni, gróðurlítið fjall. Vona að þetta sé draumur vegna þess að ég man ekkert eftir sjálfum mér.
veit ekki eins og hver ég eða hvernig ég komst hingað, veit ekki, en ég ekki einn í kirkjunni. Leit aftur fyrir mig rétt í þessu og það situr maður yst á aftasta bekknum, þétt upp við veðraða flaggstöng sem liggur langsum yfir bekkjunum 5. Grannur líkast til miðaldra með holdskarp andlit, há kollvik, áberandi rákir á enninu og horfir háðslega á mig. Kannski ég bara dáin. Að það sé þá svona sem það gerist. Allt slokknar, sjálfsveran þurrkast út, síðan ertu ræstur aftur upp í lítilli kirkju og djöfullinn situr nokkrum bekkjaröðum aftar, kominn til að heimta sáðina. Ég lít snöggt tilbaka. Nei, þetta varla sá vondi sjálfur. En eitthvað í fari mannsins bendir til þess að hann sé staðkunnugur. Ég sný mig til hliðar, horfi beint á manninn, ræski mig, segi fyrirgeðu. Ertu kannski prestur hér í kirkjunni? Maðurinn starir lengi þögull á mig, óþveira lengi. Prestur, endurtekur hann loks. Á það eitt að ég siti hér á kirkjubekk að gera mig að presti. Ert þú þá biskup þar sem þú ert nær altaristöflunni? Var ég rútubílstjóri stæði við hliðina á rútu, læknir, ef þessi kirkja verið spítali, glæpamaður eða bankastjóri hefði við hist í banka. Og ef ég væri þetta allt saman, hversu lengi maður það sem maður Því á lífið ekki sífellt að vera breyta manni, það ef þú ert sæmilega á lífi. Hvenær hættir maður þá að vera prestur eða glæpamaður og verður eitthvað allt annað? Ef til eru spurningar, hljóta þá ekki að finnast svör. Hvenær heitir maður ding-dong eða snati og hvort betra? En hafið það í huga að stundum eru spurningarnir lífið, svarið dauðinn, stígðu því varlega til jarðar manneskja. Guðlaug Sigurðardóttir, Gulli í Garðinum, göngugarpur mikill, gerði sér lítið fyrir og gekk tæplega 300 kílómetra í nóvembermánuði og fekk vini sína á Facebook til að heita á sig. Það gekk svona glimrandi vel og hún safnaði með vini sínum 600.000 krónum sem hún færði velferðarsjóði Suðurnesja. Þá ætla ég að færa þér, Þórunn, 600.000 krónur sem hefur komið úr þessari áheita göngu áskorun Gulljar sem ég kallaði, nóvember 2020 og ég á bara svo mikið fullt af frábærum vinum út bara all land sem hafa stað með mér í þessu. Bæði hafa þau verið að labba með mér og svo ekki síst að leggja inn peninginn fyrir ykkur. Bara njóti vel. Kæra þakkir. Ég sé bara Guð laun. Já. Það oftu þörf en nú nauðsyn. Já. Takk fyrir. Það akkurat. Þannig að þetta 600.000 krónur sem að þú ert að færa velferðarsjóði Suðurnesja. Já, eftir þessa göngu áskorun sem að mér datt í hug svona, ég fæ stundum svona brjálæðislegar hugmyndir og ég var búin að vera held ég ábyggilega í svona mikilli COVID-lagð í október svona hvað var það hreyfingu. Úrið svona snjallúrið það sýndi varla lífsmark. Svo ég ákvaði að taka aðeins til í hausnum á mér og ákvaði að fara út að ganga í nóvember. Ætlaði fyrst að taka 100 kílómetra en svo þegar að 10. nóvember var komin þá voru þessi 100 kílómetrar komnir í hús. Svo ég ákvaði að gera aðeins betur og fara í áheita göngusöfnun í leiðinni og ætlaði að taka 200 kílómetra og sem sagt að biðja fólk að heita á mig fyrir velferðarsjóð Suðurnesja. Og ég búið með 280 kílómetra núna í nóvember. Náði ekki alveg 300. En vel gert að safna 600.000 krónum. Já, það bara eins og ég segi, það bara svo mikið fullt af góðu fólki í kringum mig. Þetta gerist ekki öðruvísi. Hvað varstu lengi að þessu? Ég var búinn 19. nóvember voru 200 kílómetrar búnir. Svo ég búin að slaka aðeins á eftir það. Ég held ég hafi sleppt 2 dögum en þá fekk ég líka bullandi samviskupið og hafi ekki farið út. Þórunn, velferðarsjóður Suðurnesja hefur notið góðs af ýmsum góðum verkum hérna hjá Suðurnesjamönnum að undanförnu. Já, það er alveg óhætt að segja það. Við búum í einstöku samfélagi sem hefur staðið vörðum þennan sjóð í 12 ár. Hann búinn að vera í minni vörslu síðan 2013. Þetta eru 8. jólin sem ég með
eða 8. árið, við náttúrulega útlutum allt árið, ekki eingöngu fyrir jólin. Og þetta held ég megi fullyrða einstakt á landsvísu hvað Suðurnesjamenn og líknarfélög, fyrirtæki, stofnanir, einstaklingar, stéttarfélög og fleiri hafa staðið vörð þennan sjóð og hjálpað okkur að hjálpa öðrum. Við höfum ekki getað gert það sem við gerum nema fyrir allt þetta góða fólk. Þörfin meiri núna en áður? Já, við finnum það að það að þyngjast og þarna auðvitað munað miklu þessa leiði sem ríkisstjórnin fór í þessu mikla atvinnuleysi sem hér en það að þyngjast og jólin eru stærstu mánuðirnir hjá okkur öllum sem höldum jól og það gefur auga leið að þörfin mikil og við erum náttúrulega ekki eingöngu að útluta matarkortum, við erum að greiða fyrir tómstundir barna og hjálpum til með svona ýmislegt sem til fellur en það ákveðin leið, fólk þarf að sækja og það þarf að sýna fram á hver tekjur og mánaðarleg útgjöld eru og falli það undir ákveðin viðmiðunarmörk þá fær það aðstoð. Það ekki þannig að þetta sé opinn sjóður þar sem fólk getur gengið inn og biðja pening en við höfum farið eftir sömu úthlutunarreglunum og hjálpartar kirkjunnar og ég veit að Mæðrastyrksnefnd notar líka og við njótum traust og stuðnings og erum að sjálfsögðu ægilega þakklátt fyrir það og það mikilvægt að hafa ákveðna reglur því það auðveldar okkur vinnuna. Þið voruð að fá sáum daginn fréttir því að Oddfellow voru að gefa ykkur 3,1 milljónir en það var líka fleiri aðalar verið að færa ykkur þannig að eru fleiri að hugsa til ykkar núna en áður, finnst þið það? Já, við finnum alveg fyrir svona hærri tölu, við gerum það og það eru þetta náttúrulega kannski einsdæmi þetta samantekna ráð hjá Oddfellow stúkunum á svæðinu en já það eru svo sannarlega öll þessu góðu félög, Lionsklúbbarnir og Kívanis og öll þessi félög hafa hugsað til okkar þessi ár og við gleymum ekki Rauðakrossfinum og starfsmann og stéttarfélögum og öllum bara. Svo eru einstaklingar sem ég hef ekki hugmynd hverjir sem leggja jafnvel mánaðarlega inn á reikningin okkar og ég veit ekkert hvað andlegt eru bak við þau nöfn en að sjálfsögðu erum við ægilega þakklátt og það munar hverja krónu í svona og fátækt ekkert bara það sem við setjum á diskinn og borðum. Fátækt efnisleg og félagsleg og hún hefur áhrif á andlega líðan fólks og börn sem búa við fátækt að þau verða svolítið félagslega skert í samtölum. Sum börn kvíða fyrir að fara í skólan á haustinn af því það spurt hvað gerðu í sumar, það var kannski ekki til neitt peningur til að gera neitt og sum börn þekkja það ekki að fara að fá pizza á föstudegi eða fara í bíóferð eða leikhúsferð þannig að allt þetta er líka fátækt. Fátækt leiðir svo margt að sér og það til dæmis að koma ungmennu til mennta að við erum að greiða skólagjöld og menntaskóla og göngu á fullu fyrir börn sem ungmenni sem hafa haft ýmist erfitt bakland eða búa við fátækt og það besta öllu þegar maður útskrifar þau börn vegna þess að þetta besta leiðin til að rjúfa fátækt að mennta þessa krakka. Þetta kemur sér allt vel og gaman þegar svona einstaklingar eins og Guðlaug tekur sér til og fer að labba allt og safna peningum og þannig að það eru góður hlutir að gerast á Suðurnesjum. Já, það eru mikli kraftar í Suðurnesjum og hún nú bara einn af þessu kraft á konum sem að tekur til sín og hún húkir ekkert í sófanum, hún drífur sig upp og fær sér göngu og eins og hún sagði sjálf, hún lagar andlega hliðin í leiðinni. En það er ótrúlega kraftur í Suðurnesjamönnum og við höfum að vera stoltir Suðurnesjamenn í dag líkt og bara alla daga. Þetta er duglegt fólk sem hér býr og þetta er fólk með mjög stórt hjarta. Er það ekki ykkur lík? Jú, ég tek undir hvert einasta orð með henni Þórunni og mér langar bara í leiðinni líka að þakka öllum sem að lögðu inn á reikninginn og tóku þátt í þessu með mér, bæði út að labba og fullt af fólki sem að ég dró með mér út að labba eða öfugt og þetta er ekki bara bundið við garðinn fólki sem að leggja inn, þetta er bara alls staðar á svæðinu, alla leið til Vestmannaeyja, þannig að þetta er bara ótrúlegt. Ég var að
Þegar ég byrjaði þá hugsaði ég hlýt að eiga einhverja vini sem að geta lagt inn svona 200.000. Ég verð þá nýjast á fjölskyldunni. Svo fór þetta upp í 300, svo 400. Ok, við erum alveg að ná 500, er það ekki? Þú veist, ég var leiðilegasta gælan á samfélagsmiðlunum þessa dagana. En núna er ég rosalega glöð í hjartanu. Þennan sama dag og Guðlaug afhenti velferðarsjóði þessa upphæð færðu foreldrar hennar sjóðnum 400.000 krónur, þau Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Ingvarsson. Hann hefur tendrað jólaljós fyrir garðmenn í Útskálakirkjugarði í mörg ár og sett þá fjárhæð sem hann hefur tekið fyrir þá þjónustu í góðu verkefni eða til aðila á Suðurnesjum á undanförnum árum. Sem sagt, 1.000.000 krónur úr garðinum þennan dag í velferðarsjóðin. Við segjum bara vel gert. Leiðu þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við gefum út vikulegt fréttablað og í næstu viku jólablaðið okkar þannig að við biðjum ykkur að fylgjast vel með því. Við flytjum ykkur daglega fréttir á víkurfréttavefnum vaff.is og golffréttir líka daglega á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar gott efni í okkar miðla. En við þökkum fyrir okkur að þessu sinni. En við endum þáttinn með söngkópnum Grindavíkur dætrum sem senda landsmönnum öllum hlýjar kveðjur í desember. Í ár ákváðu þær að gefa út lag og myndband í stað hefðbundins tónleikahalds. Við vonum að þessi frumraun okkar færi ykkur birtu og yl hvar sem þið eru stödd, segir á Facebook síðu Grindavíkur dætra. En höfundur lags og texta Hólmfríður Ósk Samúelsdóttir. Maja Ichenko lék á píanó. Ást mín til þín